Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammtinn í beinni útsendingu á föstudags eftirmiddegi hérna við Rauðaborðið. Það nú alveg skuggalega gott veður hérna á höfuðborgarsvæðinu, þannig að maður er með samviskubit að draga ykkur gott fólk inn í stúdíó, en við ætlum að bara afgreiða ansi margt á kannski frekar stuttum tíma, annars nú gaman að ræða málin, þannig að það er ekkert stress. Það er komin til mín mjög góðir gestir hérna. Það er Sigrún Sandra Ólafsdóttir, textílsóunar og fataneyslufræðingur. Dálítið flottur titill. Ágúst Borgþór Sverrisson, rithöfundur og fréttastjóri DVAF. Hann er gott að hafa fréttastjóra þegar maður að fara yfir fréttir vikunar. Næst er það Brynhildur Björnsdóttir, kabarett söngkona og höfundur bókarinnar Venjulegar konur, vændi á Íslandi. Ég var bara að nefna þessu flottu titill. Og síðan er það, síðast en ekki síst, Arnar Eggert Thoroddsen, félagsfræðingur við Háskóla Íslands. Og margir þekkja þig sem tónlistarfræðing líka. Jú, og ég er það líka. Já, tónlistargagnrýnandi. Ég er með svo marga titla, ég er svona vel bara 1-2 svona í hvert og eitt sinn. Já, Bruce Springsteen aðdáandi kannski núna? Ég er það, ég er mjög hrifinn af Bruce Springsteen, en Ameríka er mér ofalega í hugum þessa mundir og ekki af góðum ástæðum. En sko Bruce Springsteen talaðu fréttir, það var það nú í fréttum að hann var dálítið að gera það gott í Bandaríkjunum. Og hann hefur alltaf verið með, hann er góður drengur, hann Bruce Springsteen. Ég sko fór ekki alveg yfir fréttin, en hann var að gagnrýna Trump, var ekki? Já, hann gerði það. Annars sendi ég ykkur fréttapunkta sko og passaði má að hafa enga frétt Trump og var að veltaði fyrir mig hvort við gætum sko náði að tala saman án þess að nefna hans nafn. Það tókst ekki. Bara byrjum á því nánast. Það er svona refsi þegar við ætlum að drekka þá. Svo er ég með annað atriði sem ég var eitthvað hugsa hvort við getum sleppt að tala Ég er bara hvort það komið kannski mjög fljótlega upp. Ég horfa á þig. Það er Eurovision. En þú sagðir það. Tengst við önnur mál náttúrulega. Já. Alvarlega mál. Já. En ég laði fyrir ykkur svona dollarþrautir sko. Þarna byrjuðum á þessum fréttum sveppi. Það er nú kannski ekki svona aðalfréttir vikunar, en ég var með bændablaði í hönd og sá þá það er hérna verið að framleiða sveppi og von til þess að þessi sveppir eða sveppur verði svona kannski mikilvæg fæða í framtíðinni. Og svo var önnur frétt þarna að vera að vara fólk við sveppaáti sko, hinsegin sveppaáti þarna. Hafið þið eitthvað þetta mál að segja? Eða vakti þetta einhverja athygli hjá okkur? Ég held bara að sveppir séu von mannkyn sko. Ekki kannski ofskynja sveppir. Ekki allavega, ég held að það sé svona, við þurfum allavega að rannsaka það miklu meira áður en við förum kannski að bara vísa því að bara nýta okkur þá til að lækna alla okkar kvilla. En sveppir til dæmis, sem var ekki þessum fréttum, en sveppir til dæmis, það eru til sveppir sem éta plast og nýta plast og búa til lífrænan úrgang, eitthvað lífrænt úr dauðu plasti, sem er náttúrulega stórkostlegt. Sveppir eru vinsæl eru mjög vinsælir hjá grænmetisætum sem er svona kjötstaðgenglar og margir sem að kjósa til dæmis sveppaborgara frekar en kjötborgara af ýmsum ástæðum sem eru kannski ekki endilega svona hardcore grænmetisætur. Nú og síðan þessi frétt frá að svepparíkið sé núna að nýta alls konar hliðarafurðir eða eitthvað svona úrgangjafel úr annarri matvælaframleiðslu til þess að rækta einhverja svona dýrindi sveppi. Ég heldur hljótum öll að gleðjast yfir sveppum, bara hvernig sem á það litið. Já, og gleðjast yfir einmitt að eitthvað sem að kostar orku og fyrir höfn, eða það sé einhver svona hliðarafurð. Já, þetta er bara nýting. Þetta er bara verið að nýta það sem að tilfellur og ég held að við sem bara heimsbyggð þurfum að fara að endurskoða svo mikið í okkar neyslu og endurskoða líka, bara fara að nýta betur allt sem tilfellur. Ég held að það sé bara svolítið framtíðin sko. Sem tengir okkur við nefnilega annað. Já, ég kannski, mér langar til að segja ég er bara svo 100% sammálaður. Ég held að sveppir eigi eftir að bjarga heiminum. Mér finnst þetta mjög skemmtileg frétt, enda Bændablaðið er náttúrulega bara frábært blað og þetta sem þetta fólk er að gera, þessi frumkvölar, þetta er náttúrulega bara stórkostlegt sem að minni mig
á tvennt auðvitað. Það er bara nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi mun svolítið svona vera leið okkur út úr þessum ógöngum sem við erum í, tel ég, og við þurfum að styðja betur við nýsköpun og frumkvöðla. Og þetta var alveg æðislegt, en sveppir eru líka notaðir í textílframleiðslu og það er sem sagt verið að búa til alls konar efni og svona gjarnan svona í staðinn fyrir leður eða svona í leðurlíki og þau eru bara komið svolítið langt. Það eru fleiri en eitt fyrirtæki sem ég hef verið að kynna mér. Er það svona sveppaleður eitthvað? Já, sveppaleður, já, í rauninni, já. Og það er bara alveg bara hryllilega flott, sko. Það eru auðvitað verið að gera tilraunir með alls konar öðruvísi, rækju, skel og ananastrefjar og kork og ég veit ekki hvað og hvað. En þau eru komið svolítið svona langt með sveppina og Stella McCartney notar bara svona, eða notar gjarnan svona sveppaleður eða svona sveppalíki, eða leðurlíki, já. Þetta er gott. Það er eitt sem að útlátt vera þegar verður eitthvað svona æði og allir svo ánæðir með að það sé umhverfisvænt. En þá verður það svo mikil eftirspurn að þá einhvern veginn fara menn einhverja leiðir sem að reyna síðan verða dálítið erfiðar fyrir. Já, það getur sannarlega gert, já. En sko, önnur frétt var þessa svakalegu neyslu Íslendinga á textíl, á fatnaði sem sagt, á vefnaðarvöru og þessum hryllilegu plast, er þetta ekki mest plastfatnaðar eða plastfjöll sem að myndast eru flutt yfir til þriðja heimsins? Jú, þetta er aðalega úr plasti. En þetta er auðvitað, það er komið þarna nokkrar fréttir á faribandi svona þessi mál í vikunni. Og það er í raun og veru ekkert við þessi samantekt RÚV plastfjöllin og þetta ferðalega fatnaðarins var auðvitað bara stórkostlega velgerð og pakkaði þessu svolítið svona vel saman. Og það var auðvitað ekkert í þessu, að ég er nú búin að kafa aðeins svona í þessi mál undanfarin misseri. Það var svo sem ekkert sem kom mér á óvart þannig séð, en það var eitthvað svo sláandi þegar það var verið að tala við fólkið og þau einhvern veginn sáu fyrir sér að nota fatnaðinn í mjög stuttan tíma sem þeim voru að kaupa og svo voru þessar tölur og þetta magn sem sagt borið undir það og þau hefðu bara enga hugmynd og voru bara svona svolítið já, þetta kom þeim á óvart og ég hef líka svona þegar ég hef verið að fræða fólk þetta þá upplifi ég það líka að fólk er bara mjög hissa á þessum magni og þessum tölum og svolítið hissa á bara ferlinu, hvaðan er fatnaðurinn okkar að koma og hvernig er hann búinn til og hvar endar hann og fólk bara veit þetta ekki það er einhvern veginn það bara vantar algjörlega upp á að fólk sem er að styðja þá við neysluna sem sagt. Já, bara, við þurfum öll að vera í fötum. Já, ég myndi Þú veist, þetta er í raunin, þetta bara á við okkur öll. Já, eða ekki. En við eigum alltaf mikið á fötum, eða ekki? Jú, við eigum á mikið, en ég held sko það sem er að gerast og það sem er verið að fjalla að það er þessi gegndarlausa neysla og kannski fatnaði sem að endist ekki neitt. Og þetta bara í sundur. Það er freistandi að hann svo ódýr. Já, hann er mjög ódýr og svo lendir þetta á stöðum það sem að Ég fekk eina svona BR-ritgerð frá nemanda það sem kallað er svona skynditíska eða örtíska eða fast fashion og það var bara mjög fróðlegt að lesa þetta hvað þetta er svona bara þessi gegndarlausa blinda neysla og svo fannst mér líka svo athyglisvert einmitt í þessari umfjöllun þegar fólki sagði var spurt ég, hvað verður svo fötin? Ég fer með þau í Rauða krossin, ég fer með þau í textílgám og þá er þess að það sé svona syndaaflaust að ef þú bara gerir það þá sérstu búin að svona kvitta fyrir þitt spor og ég held einmitt að það séu bara flestir sem ímynda sér að fatnaðurinn sem þau setja í gáminn hann bara fari og það bara fari einhver annar að nota hann bara fljótlega bara 15 dögum síðar þegar raunin er sem að mér fannst svo magnað bara stórhluta af þessi brennt og þá til að knýja, er það ekki að hita hús og eitthvað? Jú, í Skandinavíu, já. En það eru nú nokkrar búðir samt, sko. Manni fannst þetta nú samt svolítið jákvætt að þegar allavega fólk hendi ekki bara út í ruslatunni fötunum heldur
fór með það í gámana og sko það ekkert langt síðan að mann fannst það vera róttækt og flott það er alveg rétt og þessar búðir, þú veist, hringrásarbúðirnar Það er mikið að margt vel klætt svona tísku með þetta ungt fólk að kaupir notuð föt sko, það er mjög jákvætt Já, algjörlega Og erum við ekki samt ennþá þar, er það ekki ennþá jákvætt? Jú. Er eitthvað hægt að gera annað en að vera til dæmis bara í vaðmáli ef einhverju skilur vel opnu og sveppalegri sem endist þá bara Jú, sko það er auðvitað bara hver verður svolítið svona að finna sína línu og við erum ekkert öll að fara að klæða okkur í einhverja hörgalla eða eitthvað lífræn efni sem við getum svo borðað bara það er ekki að fara að gerast en það er kannski bara þetta magn og það er líka af því að það var ein frétt það að Ísland, umhverfisráðherrann okkar er að fara að leiða norræna nefnd til þess að rannsaka þessa netverslun einstaklinga. Það er að segja, það var beinlínis nefnt, verslanir eins og Temu og Shein og þetta meira og minna plastvörur og plastfatnaður og bara mjög lélegum gæðum og auk þess með mikið eiturefnum, bara kadmíum, blý, þetta eru krabbameinsvaldandi efni sem og hormónaraskandi og ég veit ekki hvað. Og síðan að ég fór að skoða þetta hefur mér alltaf fundið svo undarlegt hvernig þetta er leyft. Að við erum með þessar reglur í Evrópu, bara gæðifatnaðar og efni og svona, en einstaklingar geta panta beint frá Asíu í tonnatali, skiljiði, vörur sem að fyrirtækjum er ekki leyft að flytja inn. En nú á að stemma stigu við þessu og norrænu umhverfisráðherrarnir ætla greinilega að taka sig saman að skoða þessi mál og ég verð að segja að það er jákvæð frétt. Það kemur sko orðið tískulögga fær nýja merkingu. Já, tískulögga fær algjörlega nýja merkingu. Já. En það er mjög jákvæð frétt og bara þótt fyrir hefði verið að skoða þessi mál. En svo er það barnaþrælkunin líka. Í byrjuninni sem að verður líka... Já, en svo er það líka með sko hringrásarbúðirnar, þar sem ég versla sjálf mjög mikið og nánast eingöngu, að ég hef stundum lent í því þar að séð það þar, að það er kannski sama flíkin í 4 mismunandi stærðum. Og þá er einhver sem pantar sér föt og hugsar, ég sel þetta svo bara aftur í hringrásarbúð. Panta kannski og svo bara, ég er ekki medium, ég er vist large í þessu, eða eitthvað, skilji. Þannig að sko, við þurfum að skoða allt af því að hringrásarbúðin er ekkert endilega svarið og það er kannski bara það að það er ekkert einfalt svar og það er ekkert eitt svar og það við þurfum að vera bara meðvituð á. En er ekki samt ekki eitt svar auðvitað lausn, en það virðist allir verið sammála það að við í heimsbyggðinni en svona sérstaklega Íslendingar að við erum algjörðu neyslu grísir sóðar Við erum mjög vestræn, mjög kapitalísk og mjög tæknivædd það er bara svona þetta örsamfélag hérna en einhvern veginn erum með, þú veist, maður hittir skandinavíska kollega sína á einhverjum fundum og svona og þetta er nokkurn veginn það sama finnst manni sko en við alltaf svona, ég sé alltaf Íslendingarna kannast við þetta hérna yngsta systkini sem fær að leika með stóra. Þannig að við erum alltaf, þetta er alltaf svona aðeins meira intense hérna sko. Við þurfum aðeins að sýna okkur og sanna. Með við höfðatölu. En hvernig klæðið þið ykkur? Má ég nokkuð bara spyrja, það er kannski var ekki í fréttunum, en kaupið þið svona mikið fötum í Er þetta ofpersónuleg spurning? Nei, mér finnst þetta mjög góð. Þið er alveg segja pass, sko. Ég er búin að klæða mig eins síðan ég var 16 ára. Gallabuxur og bólur. En ekki sama bólinn, samt? Ekki sama bólinn. Þessi er alveg splungun í með splunksbrísti. Ég er mikið í hljómsveitabólum en alltaf bara verið í einmitt bara einhverjum gallabuxum eða efnisbuxum og bólum og ég er svona frekar heitfengur. Ég er ekki mikið í skyrtum og peysum. En ég er mikið ég vil fara þarna í Hertex og svona og fá buxur og bóli þaðan sko. En síðan splæsi ég stundum einhverju svona hljómsveitabóli. En þetta eru bómullarflíkur. Já. Það er nú heppilegt, ekki? Þetta er ekki plast. En þetta er svona, það sem ég finnst vont við þetta er að það borgar sig, að því ef þetta er alltaf buddan, þá er ódýrar að kaupa nýja eitthvað drasl sem er framleitt einmitt einhver staðar í Asíu heldur en að kaupa rándýrt
rándýra notaða Converse skó á 3.500 kall. Ég veist það svo vont. Tala nú ekki að fara með eitthvað í viðgerð eins og þið vitið. Það náttúrulega bara önnur umræða sko, að það þarf að breyta algjörlega svona viðgerðar kúltúrnum svolítið. En hérna, já. Þú, Brynhildur, hvernig Ég fer mikið í hringrásarbúðir. Ég fer mikið í Verslunarhöllina og Hringekjuna og svo bara erum við líka stundum bara eru vinkonur mínar með föt og stundum ég með eitthvað sem að systir mína fjölskyldan hefur átt. En ég viðurkenni það hér. Ég hef alveg átt mín svona vondu fylleríis moment á þessum vefjum, eða þú veist, á þessum Fashion Nova og eitthvað. Þar sem ég sé eitthvað og líður einhvern veginn þannig að ég mynda mér að þessi flík muni bjarga einhverju fyrir mig. Sem hún alveg stundu gerir. Ég meina sumt af þessu bara eitthvað sem mér líður vel í en ég nota það þá mikið. En það líka sviðslista kona og kemur fram þannig að það verður að vera ég þarf að vera sómasamleg á ýmsum vettvangi. Ég er líka athafnastjóri og siðmennt, ég þarf líka að vera sómasamleg. En ég nota samt, ég er samt alveg, ég held að meiri hlutin af því sem ég kaupi sé úr stór meiri hlutis úr hringrásarverslunum, stundum með miðanum á samt. Þannig að ég mitt kaupi kannski eins og ég segi þetta sem nýkomið til landsins og enginn hefur verið í en já. En ert þú meðvituð hvort það eru plasti eða náttúrulegum efnum eða kabarettbúningurinn, hvernig hann svona? Það náttúrulega allir gangur á því en við hins vegar sko erum mjög kabarettformið þetta svolítið þannig að það er svolítið fátækt listform yfir höfuð þannig að við nýtum nú ansi vel saumum úr efnum sem við fáum gefins og nýtum svona það sem kaupum kannski eitthvað og brotum í það eða eitthvað þannig sko. Þannig að ég held að við séum nú ekkert endilega verst í versta sviðslistning hvað það varðar sko. Við erum alveg nýtin. Efni, já, ég er náttúrulega bara mest í bómull, ég er svona svolítið ánæmisgrís, þannig að ég, þú veist, þarf bara að passa svolítið, vera í svona náttúruefnum. Ert þú meðvitaður, klæður þú öðruvísi sem fréttastjóri DFF eða rithöfundurinn? Sko blaðamenn, hvernig eru þeir klæddir? Þeir eru oft bara í hettupeysum eitthvað, en ég er ekki þannig. Ég fór að klæða mig svona svolítið vel fyrir bara upp úr 30 og það var einhver bara löngun til að vera svolítið gamaldags sko. Þannig að mér og líka ég er alltaf hávaxinn og oft verið svolítið þéttvaxinn. Og mér finnst bara að fara með best að vera svona jakkafötum. Ég er alltaf ekki verið off-fit sko, en svona jakkarbuxur og stundum jakkaföt, það er svolítið það sem ég á. Þetta er blanda af bómull og líka gerviefnum sko. Ég til dæmis ég kaupi aldrei á netinu, það er ekki prinsip, það er bara framtaksleysi, þannig að ég er ekki að sanga með dótigetur neti og geta klappa mér aðeins á baki fyrir það. Hins vegar það bara þannig að sko þegar maður árin svolítið mörg, þá hleðst þetta svo upp sko, þannig að við kaupum bara einn jakka á ári og ein jakkaföt og 5 ára fresti að þá bara þetta, finnst mér alveg stafla af fötum og það var smá svona umhverfismóral út af því sko, því að þannig að mér finnst fólk eiga mjög mikið af fötum sko, kannski allt og mikið. En þetta er náttúrulega svona eitt af þessu sem er gott að vera meðvitaður en kannski ekki einblína á, það er ekki allt réttlæti heimsins fengið í gegnum það að vera í réttum fötum eða Nei, ég vildi nú kannski versla rétt. Þetta er svolítið góð punkt. Við erum að passa þegar við erum að tala þetta, tala ekki þannig bara eins og allir fá samviskubit, sko. Við verðum líka aðeins að hafa svolítið gaman af fatnaðinum og það er bara sammannlegt, sko. Vera mannlegt. Við viljum já, sko, þá komum við svolítið að hinum hlutanum og það er alveg búið að rannsaka það að svona einhver hræðslu áróður breytir ekki neysluvenju fólks. Þannig við þurfum svolítið að tala þetta á einhvern annan hátt og hvað er það sem að ræður þessu? Jú, það er svolítið dopamine dressing. Við fáum eitthvað út úr þessu og þú kannski lýstir þessu svolítið áðan, Brynhildur, og við þurfum aðeins bara að vera meðvituð þetta. Að það er þessi kaup og að fá pakkan sendan og þið vitið, fá sér einhverja nýja flík sem að maður heldur að muni og þú færð smá kikk út úr því og það er svolítið verið að drífa, þetta er svolítið að drífa netverslunina og meira segir ég bara
bara í morgun sá ég þegar ég var svona að renna yfir svona LinkedIn hjá mér og mikið svona að fylgjast með fólki í þessum bransa bæði í svona frumkvöðla og tískunni og kannski svolítið í viðgerðar og bara svona þessu sem ég hef mestan áhuga á og þar var bara beinlínis einhver að tala þetta bara nú ríkir óvissa í heimsmálunum, fólk upplifir óöryggi og það vill svona quick fix. Það þarf eitthvað svona næs, eitthvað notalegt, eitthvað fyrir sig, bara svolítið hratt og þá bara, þá lokum við svolítið bara á raunveruleikann og fáum okkur eitthvað fallegt. Það getur keyrt líka upp þessa hraðneyslu. Sem það ein frétt sem að þú varst með í DVF, það fornleifafræði í uppnámi. Já, ég skrifa hann ekki. Nú? Jú, ég skrifa, þetta endurvinnslufrétt sem ég skrifa, Já, það ástandið á Þjóðminjasafninu. Já, ég var eitthvað að pæla í þarna, ég ætlaði nú að fá fornleifafræðinga en það var mjög merkur fornleifafræðingur Mjöll Snæsdóttir sem að féll frá og þannig allir fornleifafræðingar landsins voru í hennar jarðarför og uppteknir, þannig að svo umræðan býður en mér fannst svolítið ég ætlaði bara að segja það smá tenging yfir í nytsemi fornleifafræði vegna þess að menn eru að læra af því af gömlum munum og fötum einmitt hvernig menn gerðu við og gamlar efnasamsetningar og svoleiðis að þannig að allt í nú kannski fornleifauppgröftur svona hefur eitthvað svolítið nýtt gildi. En þetta sem að gerast í Þjóðminjasafninu verið að leggja meira upp úr hlutverki listfræðinga heldur en fornleifafræðinga. Þekki þetta eitthvað hvað í gangi? Nei, ég nefnilega einhvern veginn þekki það ekki. Það nú það tala að fækka fornleifafræðingum fækkjum helming. Meira. 3-4. Og það eru svona áhyggjur af því að þeir mun ekki annað að taka á móti þeim munum og skrá og sinna því eins og þarf. Þetta hljómaði svona margir segja að þetta sé eitthvað þegar það eiga að vera aðhaldsaðgerðir og eitthvað svona pínulítið kreppa í kortunum að þá séu til dæmis eins og fornleifafræðingar og safnafræðingar og þetta sé eitthvað svona sem talið vera svona ónauðsynlegt eða þannig. Man finnst bara að vera vaxandi fræðingar eru bara óþarfi Já. Og ég held að það sé Ég hún nokkuð að nefna Trump í því sambandi við þurfum ekki að nefna hann sérstaklega því að það bara ákveðin sveifla bara á Vesturlöndum að minni áhersla á fræði, meiri áhersla á að útvista þessu í svona einkaframtök og það allt bara svona heilt yfir, það svona tilfinningin og ég í þessum félags- og hugvísindum, ég gæti ekki verið á verri stað hvað var það svona áherslur á hvað á að rannsaka og svona svo ég hendi því inn í búkið að ég fannst þessi frétt tengjast bara því almennt og niðurskurður í háskólunum byrjar einmitt í hug- og félagsvísindum alltaf þannig að það svona Hvað flokkuð fornleifafræðina? Hún þetta ekki blandaðar raunvísindum og hugvísindum? Jú. Í rauninni Man ekki alveg hvað einmitt í hvaða deild hún einhverju leyti undir hugvísindasviði, það ekki. En hvað með þetta? Finnst ykkur þetta vera bara, verður þetta svona að þetta óþol gagnvart sérfræðingunum og fræðingunum og Ég held nú allavega mér datt í þessu tilfelli þá var það kannski líka það að í niðurskorðarskyni sem auðvitað gert þó að opinberar stofnanir megi auðvitað ekki gera það að þá sé fækkað og síðan sé verið að ráða fólk í sérverkefni í sérfræði, þú veist, ráðgjöf eða eitthvað slíkt, þannig að það rauninu verið að taka réttindi sem sagt að fólk kannski haldi áfram í verktakavinnu. Ég veit ekki það. Ég bara segja að þetta hljómar svolítið kunnulega eins og maður hefur séð svona á ýmsum öðrum stöðum kannski og þá auðvitað, og það þá væntanlega niðurskurður fyrir ríkið að þú veist, borga kannski eitthvað aðeins hærri verktakalaun en í staðinn verður ekki borga launatengt gjöld og svo framvegis. En við vitum auðvitað að þessi höfuðsöfnin standa frammi fyrir niðurskurða hverja einasta ári og þetta Þjóðminjasafnið eitt af þeim og svo Listasafn Íslands og svo Náttúruminjasafnið og við vitum alveg hvernig staðan það niðurskurðarkrafa á hverju einasta ári á meðan allur kostnaður fer upp og þau eru auðvitað bara að reyna, ég ekki að afsaka þessar
uppsagnir. Ég ekki að afsaka það, alls ekki, en við verðum samt að gera okkur grein fyrir að það liggur einhvers staðar eins og þú segir, ég held þetta sé mjög tengt rekstrinum og bara reyna að láta svefnin ganga undir stöðugri hagræðingakröfu og hvernig þau gera þetta. Mér líst ekkert á að fækka fornleifafræðingum eða sérfræðingum inn á þessum söfnum, bara alls ekki. Við vitum að Náttúruminjasafnið var lengi á hrakhólum varðandi húsnæði og við vitum öll það nýbúið að tala það varðandi Listasafn Íslands að þau eru bara, þau ná ekki einu sinni, ná valla sko að halda húsnæði yfir safnkostinn. Þannig að Já, og við verðum ég skrifa góða frétt Ágúst Borgþór Þjóðminjasafn án fornleifafræðinga. Já, þetta var bara upp úr aðsendri grein svona. Já, en dregur saman með þessi, það komið þetta svör og fólk svaraði tók til máls og svoleiðis. Svo nú fræðingar oft taka sín tíma í að svara og voru þarna í jarðaförunum og svona, þannig að það má kannski búast við að þessi umræða verði tekin allavega hérna við Rauðaborðið á næstunni. Já, það þarf að fara dýpri í hana og maður vilja fá að vita meira. En ég vil líka bara, ég er alltaf hrifinn af því undanfarið að mála upp bara stórar myndir. Að alla mína ævi þá hef ég alltaf þurft að hlusta á það þarf alltaf að spara. Hvar sem ég hef starfað, þá er aldrei til peningur. En það virðist samt vera til peningur. Og og með svona háskólastörf og svona, þetta er alltaf sami söngurinn, sko. Þannig að þú fæðist bara þú skuldar. Og af hverju skulda ég? Já, það bara, þú veist hvernig þetta er þarna, það er hart í ári. Nú, af hverju er hart í ári? Það er hart í ári. Já. Það er alltaf núna, það er alltaf. Já, nú er aldrei búið. En samt sem skjótinni þetta, að sko, maður er alltaf að heyra samt að það vanti fjármuni. Og fjármunaþörfin er mjög rík, innviðarskuldin. Og þannig að við heyrum ekki bara að það þurfa að spara, heldur heyrum að mjög stór hluti af þjóðmálaumræðu snýst gagnrýni á af hverju stjórnvöld ekki setja meiri pening í þetta. Þess vegna er maður svolítið ánægður yfir að það lítur út fyrir að þessi sala á Íslandsbanka virðist allt takast núna, af því það kemur mikið í kassan hjá ríkinu. Já, það virðist vera reynda að minna heldur en þeir vonuðist til. Jú, reyndar. Hvað var ykkur þá einmitt þessi ráð til almennings sem að skuldandi almennings að þeir ættu ekki að vera sperra sig að kaupa hlutabréf. Nei, það er náttúrulega alveg svolítið athyglisvert að þessi sala hefur verið kynnt núna mjög mikið eins og þetta sé bara nú á þjóðin, má þjóðin kaupa sér bank og eitthvað svona. En bara eins og Björn Berg sagði þannig í þessari grein fjármálaráðgjafi, ég man ekki Morgunútvarpsins á Rás 2 eða eitthvað, að hann segir sko ekki fara að kaupa þér hlutabréf ef þú ert með bílalán, ekki kaupa þér hlutabréf ef þú ert með raðgreiðslur og hver eru þá eftir á Íslandi, segi ég nú bara sko. Og ekki slá lán til þess að kaupa. Já, ekki slá lán. Þannig að það virðist nú vera eftir sem áður að það hafa nú verið ríkustu prósenturnar, 5 eða eitthvað, sem að endu á því að kaupa öll þessi hlutabréf, sko. Þó að þetta hafi verið framsett sem eitthvað svona gríðilegt tækifæri fyrir almenning og eitthvað svoleiðis, þá er þetta kannski ekki raunhæf framsetning, sko. Síðan eru komna fréttir af kennitölusöfnun. Já, fyrir utan það. Gengur fyrir sig, en þá sem sagt, það eru rauninni stærri aðilar á bakvið það. Já, akkurat, færri og stærri sem að bara fá lánaðar kennitölur. Aðeins á frétt. Sko, ég sá bara raka augunni frétti í Viðskiptablaðinu og það hefði verið safnað, það er að segja, verið kennitölusöfnun og þá er rauninni verið að kaupa í umboði stærri aðilar, sko. Já. En það er ekki komin eitt skandalli líkingu við síðustu tilraunum til sölunar, það er ekki ættingjar ráðherra að kaupa stóran hlut. Já, það eru 30.000 manns sem að verast hafa keypt, 30.000 kennitölur sem verast hafa keypt og ef enginn þeirra er neitt tengdur neinum í ríkisstjórn eða ráðandi stjórn, þá finnst mér það bara mjög skrítið á Íslandi, fyrirgefi. Það er bara spurning kannski eðlileg tengsl og óeðlileg tengsl. Já, eðlileg tengsl og óeðlileg tengsl, ég er alveg sammála því og ég er ekkert að En ríkið þarf peninga og við viljum að ríkið geri vel og við viljum að velferðarkerfið sér ekki myndaskap og það eru peningar af það. Já, og við verðum alltaf svakalega umdeilt mál, var alltaf, búið að vera gagnrýnt alveg frá upphafi. En finnst ykkur ekki umræðan vera jákvæður núna heldur en síðast?
Ég held bara kannski... Ég held að við hefum svolítið eftir að sjá það líka bara. Jú, þetta ég held bara þeir sem voru að gagnrýna voru bara, gátt ekki meir, búin að segja, ég held að viljinn hafi verið svo einlægur brotavilji. Þeir sem gagnrýndu þetta mjög mikið eru náttúrulega núna við stjórnvölinn. Þannig að það heyrist ekki mikið í þeim þó kannski það sé ekkert mikla breytingar á því, ekkert alveg svona stórkostlega allt öðruvísi að þessu staði núna heldur en síðast, sko. En það fólk hins vegar bara núna í þeirri stöðu að þurfa að framkoma þetta. Já. Það mér skusti, hann var á RÚV að það tiltölulega lítið eftir fyrir fagfjárfesta. Almenningur fekk að bjóða fyrst, sko. Já. Og hvort sem það kennitölusöfnin eða ekki, þá þetta lítið á þetta sem kaup almennings og það búið að taka yfir, held ég, mjög stóran hluta af hlutafénu, sko. Já. Ég segi fyrir mig maður býður eiginlega bara svona eftir að ríkið setjist einhvern veginn að því að kannski bara á einhver svo tortryggin. Ég hef ekki einhvern veginn svo mikla trú eins og þú ert að segja að þetta sé svo jákvætt eitthvað fyrir... Ég get verið mjög bláður, sko. Nei, en ég auðvitað vona maður, þú veit, auðvitað hlýtur að vera jákvætt ef það gengur vel og ef það ákveðið jafnrétti og svoleiðis, sko. Já, en auðvitað eru þetta auðmenn fyrst og fremst sem eru að kaupa þessi hlutabréf. Því ég veit ekki, voru þið að kaupa hlutabréf? Keyptuð þið? Já, reyndar. Konan mikið ekki mjög mikið. Konans, já. Ég allavega... Við erum ekki fátæk. Ég þú veist, einsta móðir í hlíðunum og það bara kom ekki til. Það var bara, ég kaupi mig það bara, ég get alveg skemmt mér bara tígristýr, eins og hlutabréf. Tígristýr. Já, tígristýr. Hlutabréf í tígristýr. Já, það aftur. Já, það get ég gert. Nei, en þetta náttúrulega, sko, svo bara þessi spurning, sko, einmitt á að selja. Ég var með manni í viðtali í vikunni sem var einmitt að rifja upp svona hrun tíman og þannig og bara þessa möntru að það væri jákvætt að einkavæða, sko, og ríkið ætti að losa sig við eignar og það væri raunverulega bara einkavinavæðing og væri já, það væri ekki, það hefði sýnt sig eftir hrunið en hins vegar einhvern veginn væri við ennþá í því að halda að þetta sé einhvern veginn okkur til góða, sko. Já, akkurat. En maður veit það ekki, núna bara verðum að bíða og sjá hvort við sjáum þetta og hagur okkar vænkist. Já, það er alveg rétt og auðvitað náttúrulega líka kannski í samhengi við þessa umræðu þjóðminjasafnið og bara mentastofnanir eins og tónlistarskólana sem rétt inn að ferðina berjast í bökkum, sko, út af launahækkunum, þú veist, kennara sem auðvitað kennarar fá góð laun, ég er bara segja, 100% þar, en það verður samt að koma fjárveiting þá til tónlistarskólana og til listana og þú veist, við þurfum bara bara einu sinni sem oftar þurfum við að spyrja okkur hver viljum við vera, þú veist, viljum við vera þjóð sem á eitthvað sem að okkur finnst máli að heiti þjóðminjasafn eða skipta máli að heiti þjóðminjasafn. Við viljum vera þjóð sem býr til tónlistafólk. Við viljum það á Grammy-verðlaunum, svona reglulega. Þú veist, þegar við hefum Löfi og Víking og Björk og Of Másthesson menn, allt saman fólk sem hefur farið inn í gegnum tónlistarskólana. Og þetta má tala einmitt fleiri listgreinar og fleiri, þú veist, og leikhúsin og bara allt þetta. Þú veist, bara hver viljum við vera? Þetta snýst alltaf það. Viljum við vera, hefur fólk það sem við eigum öll eitt hlutabréf í banka eða? Það er alltaf búið á undanförnum árum búið, er það ekki gera mjög mikið í að sýna fram á að það, fyrst að það sé ekki allt spurning hagvöxt, en líka jafnvel þótt við tölum hagvöxt að þetta sé arðbært, þessar skapandi greinar og svona. En svo leið og einhvern veginn kemur smá svona kreppa ástand, þá verður svona ákveðið bakslag og eins og segir hugvísindin fjúk út af borðinu, fornleifafræðingarnir fjúka og listafólki að það bara einhvern veginn skrauts. Það er mjög sérstakt að fylgjast með því að ég núna fylgjast með þessum tónlistar ég ætla að segja iðna, ég vil kalla þessari tónlistar menningu hér á Íslandi. Ég fylgjast með henni út frá alls konar vinklum og í alls konar hlutverkum, þannig að maður sér einmitt þegar okkar fólki gengur rosalega vel þá er voða gaman fyrir fólk að skreita sig með því. Þetta er svona á hátíðistundum. En þú veist, vélavirkið og það sem fer fram á baku tjöldin þegar þetta listafólk er að berjast endalaust í bökkum og þú veist, í umsóknum að skammta sér einhver laun, sko, þetta er aldrei neitt, sko. Þetta er þetta fólk sem bara vant einhverju að hanga á einhverju horrim alltaf. Og það er bara sérstakt alltaf að sjá þetta, sko, því það er blessunarlega
maður veit ekki hvaðan það kemur, það rosa mikil dýnamík og kraftur í bara listalífi hérna á Íslandi en þú veist, bara þegar maður ber sér aðeins saman við bara, þú veist, Svíþjóð og Danmörk og svona og finnst maður þetta stundum svona gæti verið betra. En hérna, Arnar, eiga tónlistarskólanir ekki mikinn þátt í þessu tónlistarskóla, sko? Ég heldur betur, ég meina eins og þú varst að segja, bara fólkið rúlar þar í gegn og fær hérna, það hlúð að því og það alið upp í rauninni. Er það ekki mjög vont upp á framtíðin að þeim hnignar eða þeir berast í bökkum? Það væri ekki gott, sko, og hérna og þú veist, það þetta hljómsveitir sem við eigum með fólki sem hefur ekki farið gegnum tónlistarskóla þannig lagað, en ég minna við erum með, ég minna eins og Laufey til dæmis, sem bara mjög gott dæmi og hérna ég hugsa líka hljómsveitir eins og Hjaltalín sem þetta var allt sprenglært fólk en nýtti einhvern megin kraftinn hérna á Íslandi og svona þú veist, þau einhvern veginn náðu að samþætta þessa pop-rock hugsun við það sem þau kunnu. Það var aldrei gert eða neitt þannig, sko. Og Laufey sannarlega gera þetta rosalega flott. Já, ég held að það hafi verið í nóvember síðastliðnum að var kynnt þessi skýrsla áhrif, einmitt hagræn áhrif skapandi greina og mér minnir að þau hafa verið á pari við sjávarútveginn. Það hafi verið svona sett að bát. Það eru ótrúlega stærðir, sko. Já. En það alltaf þessi, þetta hangir eftir þetta litla box í haustum á fólki að þetta listafólk séu afendur fyrst og síðast. Það er mjög leiðileg umræða listamannalaunina, þetta er smá peningar, sko. Alltaf. Það er hrikalegt, sko. Sem geta skilað svo miklu síðan, sko. Já, akkurat. En það alveg sama, ég virðist vera hverju menn svara og hvað umræða þetta fer alltaf í sama fari, sko. Einmitt, þetta er bara eins og þetta sé það þarf ekki að skrifa fréttir listamannalaun eða það þarf ekki einn svona komment það getur tekið bara alla fréttirnar og kommentin frá því fyrir 5 árum síðan og það myndi enginn taka eftir þetta að vera eitthvað gamalt þetta er alltaf nákvæmlega sama umræða. Þetta er gömul prófílmynd það er eina sem fólk myndi taka eftir. En sko, talandum, ég sendi nú eina, það er nú ansið þungt og umræðefni, en mér fannst svolítið merkildi og bara hugsa sko fréttaflutning. Það var þarna fréttir að einhverju, ég man ekki hvaða spekingur hafi sagt að þjóðarmorð á Gaza væri þjóðarmorð eða væri stríðsglæpir eða og þetta var svona mikil frétt, sko. Að hann segði það, slóð það ykkur ekkert svona bara býtum við, er ekki löngu búið að segja þetta, er þetta slík frétt? Þú meinar einhver með umboð sé að segja þetta, að það sé að að koma núna nýlega fréttir frá New York Times og núna nýlega að gyðingar sjálfur séu farnir að tala gegn þessu, það eru fréttir. Þetta var þetta ekki Ben & Jerry's? Jú. Hann var með svona mótmæla aðgerð. Hvað var handtekinn að hann vísa út? Það eru þetta samtök eins og Jewish Voice for Peace og svona. En þetta... Jú, ég var með tvær fréttir. Annars var þarna, býtum við, sem sagt, þingið borgar, já, hitt var þarna frá Sameinuðu þjóðunum, já. En svo er það þessi bandarískur auðmaður. Já. Segir 20 milljarða hernaðar framlag Bandaríkjanna til Ísraels vera reginhnegsli. Peningarnir séu notaðir til að myrða börn. Já. Og þarna, þetta kannski mitt vitu við og er engin frétt, en fréttin þarna er að þessi bandaríski auðmaður, er það ekki, segja þetta eða hvað? Og góð vísa að ljófa kveðin, sko. Já, þetta er þekktur ísframlegandi. Já, Ben, já, og líka bara að, mér minnir, þú veist, leikarar eins og Mark Ruffalo og fleiri, það er fyrst núna, þetta er bara að gerast undanfarnir dögum og vikum, að fólk loksins farið að stíga fram og benda á hvað þetta er. Af því að þetta er þjóðarmorð og það er ekkert annað en þjóðarmorð. Og að ætla fólki sem að benda á þetta en hann sjálfsagður hlut sem blasir við að það búa að einhverju gyðingahatri er fullkomlega óþolandi og þannig verið að stýra bara umræðinni á ákveðin hátt og það eru Bandaríkin sem halda hlífiskildi við þessu fullkomlega og auðvitað er búið að heila þó allan heiminn að þau séu góðu gaurinn. Þetta er bara hræðilegt að horfa upp á þetta. Mjög erfitt að fylgjast með þessu fréttum núna. Já, og meðan semur
semjum við Rapid áframhaldandi greiðslur og greiðslumiðlun við fyrirtæki sem að eindregið styður við aðgerðir Ísraelshers í Gaza. En Þorgerður Katrín var samt á móti, var ekki? Það var búið að semja, en það var líka frétt að hún vildi taka það tilbaka. Já, hún var hugsi yfir þessu. En þannig akkurat hvað þekking eða upplýsing einhvern veginn seytlar oft dálítið hægt inn, sko. Eins og voruð að tala hvað, við vitum ekki með textílsóunina eða mengunina, sko. Og þetta með að það sé ekki til einn peningur í hagkerfinu, þú veist, það náttúrulega alveg rosalega miklum peningum eitt í sprengjur, eins og þessi auðmaður að segja, sko. Það ekkert verið að spara það. Og við erum líka að taka þátt í því þá. Var ekki ein frétt að NATO-maður var hérna á landinu og það svona allir dálítið sammála að eyða í hernað, sko. Það alltaf til nóga peningum í hernað og það bara eykst með aukinni polariseringu. Þetta bara aukast. Það mikil vígahugur í Evrópuþjóðum, fornu gamlu evrópsku stórveldum sem vilja vígbúast. Og manni finnst bara sérstætt að verandi á þessum aldri eins og það sem er að gerast í Ungverjalandi með samkynhneigð og allt svona, sko. Hvernig þetta sveiflast í þessa átt. Það líka þessi skelfing sem kemur að því að Bandaríkjamenn virðast vera að yfirgefa NATO eða þeir eru búin að hefum við bara getað slakað á þannig lagað og vita af því að þeir myndu halda NATO uppi, sko. En þetta er allt uppi í loft núna. En svo það með hann Trump, sko. Þetta er ekki refsistig. Það líka sko annað, sko. Það náttúrulega stríð út allan heim og ófriðarblikur og manni finnst það svolítið jákvætt að hann tala fyrir friði og hann duglegur að hitta þjóðarleiðtoga. En hann þeir virðast vefi honum fingur sér, sko, eins og Putin gerir. Og hann setti held ég fasteignasala sem aðal samningamannin við borðum með Rússum út á Úkraínustríðinu. Við vorum að tala virðingarleysi fyrir fagmennsku. Já. Þannig að þetta svona, og núna hann í ekki Miðausturlöndum að ræða við þessa þjóðarleiðtoga og svo ef þeir mæra hann og skella hann þá verður hann rosalega ánægður, sko. Já, ég sá einhvers staðar klippu þar sem hann var að hlusta á Macron og var alveg bara svona heillaður að hlusta á Macron. Það var einhverja veltaði fyrir svo hvort hann væri svona veikur fyrir erlendum hreim, ensku með hreim og alltaf þegar fólk þá var bara nei, hvernig segir hann nafnið mitt eða eitthvað. En við þurfum auðvitað, sko, þurfum aðtöga það fyrst og síðast að því þetta það er búið að reikna þetta allt út í topp. Þetta er allt búið ákveðið í reykfylltum bakherbergjum. Trump er fyrst og síðast hirðfífl sem er nýttur í þennan vitleysisgang til þess að möppudýr republikanna geti, sko, tekið kerfið innan frá í sundur hægt og sígandi. Sjáu þið hvernig þungunarof og allt þetta. Þið sjáum hvert við erum að stefna á. Hvað vilja þeir? Hvernig heim vilja þeir? Ég er bara, sko, ég er farin að upplega þetta sem eins og ég sé í einhver bíómynd, sko. Ég er að velta fyrir mér hvort að fara að verða bara hreint og klárt borgarastríð þarna í Bandaríkjunum. Því þetta er orðið algjör sýra og ég meina ég er duglegur að tjá mig um Gaza til dæmis á fjarsbókinni. Ég veit ekki hvort ég kemist inn til Bandaríkjanna. Nei, ég veit. Þannig að þetta er bara, maður hristar hausinn, sko. Þá voru nú orð Bruce Springsteen stoltið sterk. Já, þetta var flott hjá hann. Það eru menn bara, fólk frá fleiri og fleiri að einhvern veginn að telja mikilvægt að segja eitthvað og láta ekki hræða sig frá því þótt að sé byrja aftur þetta með svörtulista og fangelsins og fangabúðunar. Það er náttúrulega bara að berast hræðilega fréttir af stóru fangabúðum og fólk fer þangað í umvörpum, sko. Þetta er náttúrulega... Það tala um fangaflutninga til El Salvador. Já, það er verið að reyna að keyra inn í lög núna að það sé hægt að handtaka bara hvert sem er. Bara eru grænt kjóll, mér líst ekkert á því og þú ert bara senda út á landi, sko. Ég held að það sé bara heila næstu því að gerast. Já, einmitt. Nákvæmlega. Ég get þó sagt ykkur það, ég átti erindi til Boston daginn og ég hef ekki farið til Bandaríkjanna í mjög mörg ár og var svona aðeins að velta fyrir mig hvort ég ætti að
fara. Ég vissi það þó að Boston stýrt af borgarstjóra sem hefur verið mjög opinská sem sagt gegn Trump, Michelle Wu. Og ég var þannig stundum tíma og var kannski á þannig stöðum en svona á göngutúrum að þá sá ég til dæmis þar sem voru virkuði eins og kirkjur eða einhver svona trúarhús sem voru bara í þessum svona aðal túristakverfum að það voru mjög skýr skilaboð, mjög áberandi utan á þeim fjölbreytni, það væru allir velkomnir, það var sérstaklega talað heimilislausa, hinsegin fólk, transfólk og einum stað og þá var bara risastórt skilti þar sem að stóð practice radical empathy og maður svona létti aðeins á því maður var bara pínlítið eins og svona, bara pingur hræddur við að fara í gegnum eftirliti. Svo eru náttúrulega ýmsar sögur og mann var sagt, Trump getur sko valið þá sem að fara í landamæraeftirlit og hann veit að Boston gegn honum og þá velur hann rosalega radikal fólk til þess að vinna ýmislegt svona sem að maður heyrir. Á listasafninu voru öll klósettin merkt, sem sagt, það var kvennaklósett, karlaklósett og svo fyrir alla, en undir merkingunum fyrir kvenna- og karlaklósettin stóð self-assigned eða as assigned by yourself eða eitthvað svoleiðis. Ég tók ekki mynd af þessu. Wow. En þetta svona, maður bara, ég sé svo eftir ég hafði ekki tekið mynd af þessu vegna þess að þarna var listasafnið það fara á eigin ábyrgð bara eigin skilgreiningu bara eins og þú skilgreinir sjálfan þig og það var bara skýrt tekið fram í texta í merkingunni og þá hugsaði maður þau eru ekki alveg glötu farandi fjandans en þetta eru auðvitað á þessum stað, þessum afmarkaða stað en þannig að því þú segir bara bilding það líka fólkana sem bara það gott fólk í Bandaríkjunum við megum ekki gleyma því og Ameríka, við elskum Ameríku, við elskum músíkina og bíómyndirnar og allt þetta og einmitt, rosa mikið af eðlilega aktivistum og flottu fólki þannig að þetta alveg fáránleg staða en talandum að þarna í Boston reyndar bara fyrir stuttu var kona sem lendi í því að öryggisvörður krafðana að sýna sig kynfæri sín og henni var hent út af hóteli. Þannig að þetta er raunverulegt, þetta sem þú ert að lýsa, við erum bara alveg svona frá því að þetta er bara mjög öfgafullt. Ég satt við hliðina á Bandaríkjamann í flugvél og hann sagði bara, veistu það Arnar, hann sagði örugglega ekki veistu það Arnar, hann sagði bara veistu það austurströndin og vesturströndin, við erum ágætt þar, Portland og Boston og New York og svona, hann sagði vandamálið í Ameríku er miðjan þar sem bara einhver maurasýra í gangi En það er svolítið góð spurning núna ítir undir svona alls konar pælingar og kannski líka samsæriskenningar þar sem þú sagðir Ágúst hvað er vilja hvers konar heimsmynd þessi sem eru núna að brjóta niður kerfin og það sem tekist einni frétt sem ég fann þarna að vísu úr viðtali en ég veit ekki alveg hvort það var með heimildum en þetta CIA hefði verið með einhverja tilraunir á LSD jáfnvel á Íslandi það bara veltaði til hvers allir það hafi í hvað tilgangi svona? Ég bara sá þess að frétt ekki. Var CNN með tilraunir á LSD á Íslandi? LSD var náttúrulega upprunalega var það ekki þróað gegn áfallastreitu í hörmunum? Eða var það eitthvað annað? Nei, mér minnir að það hafi verið eitthvað svona þessi tegund af ofskynjunar eða þessi aðferð til að hafa áhrif á heila hafi upphaflega verið þróuð þannig við kannski hengjum okkur ekki alveg í þessa frétt Sáðu við talið með hans Sverrir Hauksson þetta eru úr því þetta úr því, hann mitt mjög svona ég hef ekkert vitað á þessu en hann var mjög tortrygginn í garð ofskynjunarlyfja og vildi minna á að heilin væri með viðkvæmt liðfæri það er eitthvað kemst í tísku og bara allir fara í það og halda allir séu eins Já, við náttúrulega erum ekkert að við erum ekkert að selja morfín í bara hagkaup
þú veist, ef þetta lyf þá þarf náttúrulega bara, það þarf að fara sömu leið og önnur lyf og það fylgta lyfjum til sem eru bara ekki góð fyrir suma, lífsbjargandi fyrir aðra en það hvernig virðist vera að nota þessi ofskynjanlyf akkúrat núna og þessi sveppa lyf er mjög mjög óreglulegt og bara svona sundurlaust og bara svona einhver að gefa einhverjum eitthvað og svo bara úps, var þetta ekki gott fyrir þig? Jæja, heyrðu það leiðilegt. Þú veist, og við getum ekki haft þetta þannig og það kannski engin ástæða til þess að setja þetta í eitthvað svarthvít hólf, annarkvort bara má allt í sambandi við þetta eða ekki neitt. Og bara örugglega einhverjir sem að geta alveg á sama hátt og kannabis getur verið verkjastillandi fyrir fullt af fólki og bara reynst fólki vel í undir eftirliti í ákveðnum ákveðnum aðstæðum og svona þá á sama hátt þurfum við að ef við ætlum að fara út í þetta að nota sem sagt þessi áskynjunar síkósílin hvað heitir þetta, síkósíbilin, allavega hvað sem heitir þá síbisi, fullt af S-um og P-um og B-um eitthvað, og þá þarf það bara að fara sömu leið og önnur lyf við hefum ekki að vera að taka þetta bara við einhvern veginn að leika okkur bara með þetta bara eins og En hvernig upplifir þið svona frétta þegar þið eru að leita ykkur upplýsinga eða lesa fréttir eða hlusta fréttir og sko í fyrsta lagi er þetta svona óvissu ástand í heiminum, það er svo margar, það er eins og við séum það er ekki komna reglur, það er margt svo nýtt, þú veist, það er gervigreindin og hlaupahjólin og fólk bara hjálmlaust út allt og svona, mér finnst það mjög, ég verði að segja, ég er eitthvað íhjálpsum, mér finnst það alveg svakalega óþægilegt að allir séu einhvern veginn hjálmlausir á þessum hlaupahjólum og að séu einhvern veginn eitthvað reglur, maður veit ekki sko 2-3 á hverju hjóli og svona. Já. Ekki að maður vilja eitthvað svona lögregluveldi, þú veist, en nei, ég meina bara eitthvað svona dálítið mikil, er ekki pínu svona óvissa bæði í samfélögunum og svo líka getum við alveg treystið því fréttum sem þið lesið og spyr ég nú fyrst fréttastjóran. Maður treystir alls ekki öllum fréttum sem maður sér, sko, en það er svo mörgu dreift. Það er svo mörgu dreift á netinu og auðvitað náttúrulega treystum að sumum fjölmiðlum betur heldur en öðrum, sko, það er nokkuð ljóst. En DFF er ekki beint svona þú raunverulega mátt eiginlega setja fram frétt sem að Við DFF erum ég held að við séum mestarlagi segum að birta stundum ómerkilega fréttir, því við erum að skemmta fólki, en ég held að við birtum aldrei sko falsfréttir, sko. Já, ég á bara alls ekki nema það alveg óvart, sko, og svo bara að vera leiðréttar. En það hefur vaxið gríðarlega, alls konar falsfréttamiðlar og maður bara sér þetta hverjum degi í fréttaveitinu á Facebook. Ég hef auðvitað gaman af Facebook og svo verði ég að nota það líka mjög mikið. Og það steypist með alls konar vitleysa sem ég hef ekkert beðið sko. Það er einhver fótboltamaður, hann er dáinn, hvílan í friði og hann er sprelllifandi og svona er ljósmyndir sem getur ekki greint lengur. Nei, þetta er orðið svo tæknilegt gervigreindin. Og það er náttúrulega, auðvelt að blekkja fólk með myndefni. Finnst þér þetta bara hafa breyst sko hratt? Já, mér finnst það var mjög hratt á síðustu 10 árum, finnst ykkur það ekki líka? Síðustu 10 árum, já, en bara síðustu bara... Jú, svo náttúrulega kemur gervigreindin sterkar inn í þetta svona 2-3 ár, sko. Og er það ekki erfiðar að vera fréttastjóri bara, þú veist, að vita hvort þú ert að fara með... Já, sko, ég er náttúrulega á DFF, sko, ég er ekki á RÚV, sko, við birtum ekki hvað sem er, en við sko birtum miklu minna efni og maður er að velja efni meðal annars út frá því sko hvort það er líklegt til þess að vera mikið lesið, mjög mikið þar sko, fréttamaður sem vinnur RÚV, hann sér ekkert slíka tölur, er ekkert að spá í þær sko, hann er bara að uppfræða þjóðina og við erum horfa alltaf mikið í það til þess að halda miðlunum rekstrarhæfum, en mér finnst nú ennþá vera þannig að hvar sækir maður þessi efni? Maður sækir efni með að tala við fólk og maður er að líka sannreyna það sem það segir, sko, sérstaklega að það eru ásakanir, tala það við stofnanir og svo leita maður fær maður efni frá dómstólum og svo eru erlendir miðlar og þegar eru erlendir miðlar þá eru náttúrulega hvaða miðlar eru. Ég meina, ég veit að BBC birtir ekki falsfréttir
og jafnvel gulir miðlar eru margir hverjir þannig að maður getur nokkurn veginn treyst að staðreyndirnar séu réttar. Gott dæmi til dæmis miðill eins og Bild Zeitungs í Þýskalandi sem ég veit að nýtur ekkert mikilla virðinga en það yfirleitt allt hratt sem stendur það er kannski bara matreitt með kannski full grottalegum hætti. Þannig ég upplifi þetta, ég held að meira almenningu þurfa að vera á varðbergi vegna þess að það kemur svo mikið af falsfréttum. Ég held að fjölmiðlamenn eða blaðamenn séu ekkert endilega í mjög mikill hættu að falla fyrir falsfréttum. Þannig að raunverulega blaðamenn þá eins og þú ert að lýsa því virka svona sem einmitt fagfólk sem að kann að síja sko hefur þekkinguna. Klárlega. Það var íslenskur fjölmiðill sem kallað sig fjölmiðill sem birti daginn tilhæfilausa frétt hópnauðgun. Og það í því máli sást alveg greinilegu munur á alvöru fréttamiðlum á Íslandi og falsfréttamiðlum vegna þess að helsta fréttin í hinum fjölmiðlunum var að þetta hefði verið falsfrétt sko, því þeir auðvitað könnuðu málið og Já, mjög gott þetta var nappað því það er mjög alvarlegt við búum við þannig staða á netöld að það er að stofna síðu sem heitir fréttir.is eða hvað það er ein manneskja stendur á bak við þetta og síðan er bara eitthvað ógeð sem vellur hana fram endalaust sko og einmitt að koma af stað svona fréttum þetta mjög alvarlegt mál ég dálítið ánægði með einmitt hvernig þetta var kæft bara Já, þetta var algjörlega slegið út á borðinu flestir sem mjög gott það var ekki náttúrulega mjög lítill hópur sem ennþá hangir á þessu roði sko þetta hafi gerst en það er náttúrulega þessi ábyrgð ef eitthvað annað borð fer fram eins og þegar að barnamálaráðherra bjó til barni eða hvað það var umdeilanlegur fréttaflutningur endar og það var svolítið það sem var ólíkt RÚV þar var að ég er ekkert endilega að fórta með fréttaflutningin hans, hann er umdeildur en það er allt í einu skildi RÚV liggja svona rosalega á að koma fréttin í loftið, það er svolítið ólíkt Ríkisútvarpinu mér fannst gagnrýnisverðast þar að mér hefði fundist að frétt og númer 1 og 2 þetta var sama fréttin því það tók ekki það langan tíma til að fá konuna til þess að svara að það hefði mátt bíða með að fara út með fyrstu fréttina. Já, hún var náttúrulega búin að segja af sér í rauninni þegar fyrsta frétt fyrir lofti þannig að líka það þegar fólk talar að fjölmiðlar beri ábyrgð á afsögn og líðan hennar og svo framvegis að það var engin fjölmiðl búin að birta þessa frétt þegar hún var búin að segja af sér. Það er reyndar mikilvægur punktur. En það segja margir að sé svo mikilvægt fyrir okkur að bara vera meðvituð hvaðan fréttina kom, einmitt munin á DFF og þeirra missjón eða þannig, eða hlutverki eða svoleiðis og svo kannski Ríkisútvarpsins eða mokkans og þannig að við getum svona gert raunhæfar kröfur eða svoleiðis og verið vakandi fyrir. Sjálfsögðu að gera kröfur það og fjölmiðlar sem eru skilgreind þessi fjölmiðla með fjölmiðlarleyfi þeir náttúrulega aldrei birta falsfréttir ekki en þá verið mistök og þá var leiðrétta það og bera ábyrgð á því. En við hefðum átt að spyrja þig að því að við erum að fara yfir fréttir vikunnar og þú ert fréttastjóri hvaða svona mannstöðan okkur sko, hvaða fréttir hafa verið svona vinsælasta núna í vikunni eða hvað er það sem að fólki finnst svona skemmtilegt til dæmis veðrið er náttúrulega stærsta frétt vikunnar og fréttir fréttir þar sem veðurfræðingar segja frá því sem er framundan þær voru mjög vinsælar nú Eurovision var auðvitað fyrirferða mikið þó að mér finnst nú hafa minkað vinsældir þess og skiljanlegum ástæðum síðan var ég með fréttir sem kannski þetta er ekki nógu skemmtilegar en það voru gífurlega mikið lesnar það voru ekki öðrum fjölmiðlum en Rauðagerðismálið sem skuggalegt morðmál það lifnaði upp við að 9 í gær og varðum leið að svona umræðu betrun og fangelsismál bara að segja að maður sem skaut mann fyrir utan heimili hans í Rauðagerði 9 byssuskotum í febrúar 21 þá komu fréttir af því að hann hefði verið að gifta sig og ekki í fangelsi heldur í kirkju og síðan kom í ljós að hann er í opnu úrræði á Kvíabryggju og mun aðeins sitja af sér 8 ára dóm af 16 árum og þegar ég var að vinna þessa frétt sko, þá var mjög gott að vera hlutlaus, að ég upplifði mig mjög hlutlausan í þessu vegna þess að ég skil svo bæði sjónarmið annars vegar það að vilja að fanga njóti réttinda
og að fangelsisvist sé betrun. En hins vegar það náttúrulega það sérkennilegt að maður sem fremur svona glæp skuli sitja á endanum uppi með ekki með þingri dóm en þetta og njóta svona mikillar réttindi og við höfum verið vanist í að hvítflippa afbrotamenn sitja í opnu fangelsi en ekki morðingjar sko. En þetta reyndar allt samkvæmt lögum vegna þess að þessi maður hann albanskur og það hefur verið úrskur að það senda hann á landi og hann senda hann í endurkomubann á Schengen og náttúrulega til Íslands. Það felur í sér og þetta samkvæmt lögum fullnustu refsinga að hann situr bara helming tímans, hann þarf bara að sitja helming tímans og hann má sitja í opnum fangelsi og hann fer svo úr landi. Mér finnst þetta bæði jákvætt og neikvætt sko. En þetta var náttúrulega glæpur sem skók samfélagið sko. Og mjög óhugnalegt. Þetta var og hefur ekki verið mikil umræða þessa Nei sko, hún alveg verið bundin við DFF og lesendur sko. Já. Og ég þurfti nú að loka fyrir komment á aðra fréttina. Já. Því að svo nú einmitt það sem svona að við erum með léttumálin hérna, það rasismi sko. Nei, morðin og þetta teikist náttúrulega síðan líka þegar það glæpir og þið voru að tala fréttir af einmitt hópnauðgun og þessi svona aukni rasismi á Íslandi og það var í fréttum samstöðvarinnar eftir viðtal hérna leigubílstjóra leigubílstjóra sem ætlar að hætta að keyra vegna bara þess að það eins og menn hafi svona eins og fengið einhvers konar byssuleyfi eða leyfi til þess að Já, ég verð nú að segja það því ég hef nú aðeins látið mig varða svona kynferðisbrotamál og verið í svona ýmsum aktivisma þeim tengdum, kynstarlegandi mörgum sem að láta sig þeim mál varða og svona með reynslu af þeim. Ég þekki bara fleiri en eina og fleiri en 3 og fleiri en 5 konur sem að hafa lent í til dæmis umsátuseinelti eða ofbeldi af hendi leigubílstjóra sem voru bara alíslenskir menn sko. Þannig að hérna þess að ég vil sverta þá stétt því að ég held að meirihlutin af þeirri stétt sé bara alveg eins og af öllum öðrum stéttum frábært fólk sem að vinna sína af alúð og eindrægni en að hérna að það verði allt í einu það verði allt í einu hérna einhvern veginn það allt í einu svo miklu verra ef að konur eru beittar ofbeldi eða erlendi menn beita ofbeldi það eins og það allt í einu kveiki á þér óséð bál í ákveðnum kima þjóðarinnar og það náttúrulega bara svolítið svakalegt sko. Þetta alltaf rosalega erfið umræða af því að það má líka, kannski fólk vil líka fá að ræða það en það verður þá að vera rétt sko, það bara verður að vera rétt í báðum tilfellum. Og rasistandir eru eins og kakkalakkar sko, þeir búið að koma og fylla umræðina. Það er alltaf litið bara framhjá eins og þú segir að ofbeldi ofbeldi beitt af alíslenskum hvítum karlmönnum bara út allt á öllum stigum og þú veist, það eins og sé alltaf bara nei, við skulum ekki tala það, við skulum frekar þú veist, pönkast í hinn sko. Alltaf voðalega heppilegt að finna einhvern blórabökul og finna einhvern sem það hefur verið meira heldur en kynferðisofbeldi í þessari umræðu, það líka svona við rauninni bara ógnandi framkoma við farþega og okkur og það hérna alltaf mikið lausung í þessum málaflokki, það eins og þetta með frjálsa verðlagningu það gengur ekki upp vegna þess að fólk kemur hingað til landsins og síðan látið borga miklu meira en uppgjöfuverð og mér veist alveg eðlilegt að gera kröfum að leigubílstjórar séu á stöðum og það séu rafræn skráning á ferðum en ég á móti því að setja það skilir að þeir tala íslensku, mér veist það óþarfi. En sumir segja að það breyst mikið þegar að var hægt að fara fram á hreint sakavottorð. Ég fekk þá allavega sendingu í kjölfara þessu, ég þori ekki að fara með það sko. En þetta flókið líka svona þetta millibyrðis ástand sem við bara talum. En talandi þetta kynferðisglæpi Brynhildur, ég var að hugsa það var einn þarna frétt þetta hugtak sem heitir þarna Sextortion, já. Sem að oft talið vera það ekki ástæða fyrir því kannski að
að það oft erfitt að upplýsa mál af því að kannski einhver embættismenn hafi verið fyrir hvað getur þýtt sextortion? Það náttúrulega í rauninni þetta staðvarænt kynferðisofbeldi nema það því beitt á einhvers konar skipulagðan hátt eða sem sagt skipulögð glæpastarfsemi bak við það. Af því að auðvitað stafrænt kynferðisofbeldi felur náttúrulega í sér að þú ert með einhvers konar stafrænt efni af mannesku og þú nýtir það til að ná þig niður á henni eða dreifir því. Og það í rauninni, þú þarf svo ekki að vera meðvitað að ætla þér að ná niður á henni en þú dreifir því til fleiri aðila og það leiðandi ert að brjóta á kynferðislegri friðhelgi viðkomandi. Í þessum sextortion málum þá er þessu beitt þannig að það í rauninni gervi manneskja sem að tengist einhverjum á samfélagsmiðli eða manneskja sem sagt falsku prófíl sem tengist einhverjum á samfélagsmiðli, það verður einhvers konar spjall, það verða einhvers konar myndasendingar og það er myndir sem að verða til í því samhengi og oft það til dæmis þessi falski prófíl sem sendir mynd fyrst og þar verður til traust og sem sagt sá sem að er fórnarlambið sendir þá mynd tilbaka og þá er það í rauninni ekkert, þú veist, krakki á þínum aldri eða kona sem að þú ert að stíga í vænginn við sem að var hinum megin við þennan prófíl heldur bara glæpasamtök eins og til dæmis og það er það sem er átt við með þessi sextortion og það er í rauninni og þá nota þau myndirnar og ógninu það að hóta því að dreifa myndunum gegn því nema þið fái þannig að þetta verður svona bara fjárkúgun í raun og veru. Ég hef náttúrulega unnið dálítið í þessum geira eins og ég sagði hann eða svona þessum pælingum og mér hefur alltaf fundist og gerði mér alveg stuttmynd 2018 svona fræðslumynd sem heitir Myndin af mér sem að það sem við erum að tala um þessi mál. Mér hefur náttúrulega alltaf fundist svo mikilvægt að við bara tökum samtalið sem samfélag að svona myndir, af hverju svona mynd vopn? Af hverju svona óbúslega skammarlegt að vera manneskja með kynferðislegar þrár sem með líkama sem þú sýnir einhverjum. Af hverju það svo skammarlegt að það hægt að nota það til þess, það hægt að nota það einhvers konar myndirna staðfestinga á því til þess að beita því ofbeldi ævinni anda og það sem auðvitað við vitum að það var til dæmis þekkt mál, það var kona sem heitir Emma Holten, kærastinn að tók af henni myndir og þau hætta saman og hann sendir þær, ég man ekki, ég held hann setta þær í dreifingu á einhverja eina síðu og þær fara eins og eldur í sinum allan heim og hún með nafnin hennar og held ég netfangið einhverju slíku og hún var það var eins og fjölda mörg þúsund manns meiri hlutin karlmenn og bara margir heimilisfeður heimilisfæðir í Ástralíu þú veist, sem að senda henni sem að nota þetta til þess að ofsækja hana til þess að hundeltana á netinu hóta því að senda foreldrum hennar myndirnar, þau eru þetta löngu búin að sjá þær senda vinnuveitendur, senda vinum hennar og þannig að það er bæði þessi óbúslega fyrirlitning á því að þessi kona hafi gefið þennan höggstað á sér og líka bara almennt þessi óbúslega þessi hugsun að við það sé svo skammarlegt að við séum kynverur og til að því þú veist að tala gervigreindin áðan þá held ég eða þú veist, þá vona ég því ég nú frekar tortikinn út í hana líka á ýmsum vegu, en ég held allavega að sá möguleiki að það sé bara hægt að falsa myndir af öllum undir öllum kringustöðum ég held að það mögulega verði til þess að þessu ljúki af því að þá getum við ekki, við vitum ekki hvort að myndir eru mjögulega ekki, þá er ekki hægt að nota hana til þess að kúa fólk eða meða fólk en auðvitað eigum við öll okkar kynferðislegu friðhelgi og þetta er alveg skelfilegt að með þetta þætti manni að það er ekkert þægilegt að það væri myndamanni, ég veit það ekki þú veist, einhvers staðar að pissa eða tróði sig pítsu, eða skiljiði þú veist eða eitthvað annað líkamlegt sem er kannski ekki fallegt eða þú veist hefur ekki eitthvað en við bara verðum
að taka bara af og vopnvæða þennan möguleika. Ég mikið velt þess hlutu fyrir mér með nekt sko, þú veist, ég var gjarnan til að geta sýnt í sjónum nakin, en það ekki boði, þú þarft að vera í þessari litlu sundskýlu og konur þurfa að vera í sko sundskýlu innan gæsalappa og brjóstahaldara og mér svo merkilegt seint á 8. áratugnum og jafnvel á 9. að ég tek þetta dæmi oft í unglingavinninni, það voru stelpurnar bera ofan og það pældi enginn í þessu, ekki nokkuð maður. Það var ekki en yfirlýsing í því, það bara... Nei, þetta var bara svona. Og þú veist, ég var til í að komast aftur. Það ólöglegt að synda nakin í sjónum núna, eða? Ég meina, ef ég myndi fara í Nauthólsvík allsber, ég fengi örugglega áminning, eða þú veist, ég held að þeir sem eitthvað sem Ég myndi gera frétt það? Nei. Já, það er frétt. Gerðu bara frétt. Tónlistagagnrýnandi nakin í Nauthólsvík. Ég meina, nakin í Nauthólsvík, þetta er gott. Ég hljómar ágætlega. Já. Nei, ég kemist ekki upp með það, við skulum bara orða það þannig, sko. Nei, en þá kemur eins og Brynhildur að segja, so what, þú veist, ef að, hvort það kannski ekki smá munur á því heldur en, sko, kynferðisofbeldi. Já. Sko. Mér finnst það merkilega sem Brynhildur að segja að það getur við nota vopn gegn fólki, einhverjar hvatir sem allir hafa og einhverjar athafnir sem allir gera, sko, veist. Við erum öll nakin undir fötunum. Og tróðum öll í eitthvað pizza eitthvað tíma og svo fram. Já, ég meina, þú veist, það sé eitthvað svona, þessi skömm yfir líkamannum og hans einhvern veginn þrám og þörfum og sérstaklega í þessu samhengi og sérstaklega náttúrulega svo miklu meira reyndar í þessum málum held ég að séu freka kallmenn sem eru kúaðir í þessum sextortion málum. Það sem að þeir hafi þá sendt af sér það er þá gerfi konur sem stígi í vænginn við þá en almennt í stafrænum kynferðisofbeldismálum þá held ég að það sé alveg töluverður meiri hluti að það er þetta nota til þess að klekkja á Þetta er svolítið flókið að ég mynd annars vegar er þetta sko hluti af svona glæpsamlegri birtingamynd ofbeldis feðraveldisins sem að vændið og svona bara mansalið og allt þetta þessi business allur sem er náttúrulega anstíkilegur og svo einhvern veginn rennur hitt sátt saman að við erum honum svona kaþólskar en páin og þolum ekki nekt og þetta fer kannski bara svona er hlið sem einhver frétt eða þannig. Já, og svo er náttúrulega þriðji hlutin sem eru þetta það að við búum í stafrænum veruleika og það er bara mjög eðlilegt að fólk eigi bara daðri og eigi jafnvel í kynferðislegum samskiptum í gegnum netið. Það er bara hluti af kyntjáningu og það er alveg heil kynslóð núna orðin fullorðin sem eru bara orðin 20 sem þetta er bara eðlileg hluti af þeirra daðri og kyntjáningu og bara sexta og vera í samskiptum bara alveg eins og við fórum á ball og duttum í sleik, þú veist. Já, líka kannski eftir COVID eða hvað. Já, og maður tala nú ekki þá. Og náttúrulega fjarsambönd þar sem að fólk er ekki alltaf á sama stað og þú veist, og nýtir þá. Þannig að sko, þú veist, já, við verðum að hætta þessu. Við verðum bara einhvern veginn að losa okkur við þennan. Vel að afvopnavæða þessa glæpamenn og kasta skömminni, sko. Já, kannski mynda þegar við tölum fangilsi, kannski bara að handtaka þá rétta, handtaka þá ofbeldismennin en ekki hina eða hvað. Ég meina bara, þú veist, líkamar eru fallegir og allt þetta er bara eðlilegt og það er merkilegt hvaðan þetta kemur. Þetta er margra aldra fyrirbæri að skammarvæða þessa hluti. En þetta er rosalega djúpt í bara öllum, sko. Maður tekur ekki eftir því, sko. Ég meina, frelsi í kynferðismálum hefur aukið skífulega. Ég meina, frá því 50 árum og 100 árum, en það er svo skömmin mingi samt ekkert. Já, og skömmin er orðin sko, þannig að þú er í rauninni sko, það er alveg sama, þú gerir aldrei rétt sérstaklega held ég konur, því að annarkvort ertu of frjálslynd eða of prúð og þú ert einhvern veginn sko miðpunkturinn er aldrei til, það er að þetta skamma þig alveg sama, ef þú sefur aldrei hjá þá er eitthvað að þér, ef þú sefur of mikið ef þú sefur mikið hjá þá er eitthvað að þér of mikið er eitthvað sem er eitthvað svona mjög arbitrari, mjög svona tilviljunarkennt, hvað er of mikið, of lítið eitthvað og svo framvegis sko.
En við kannski bara erum þá svona lengi að kasta skömminni eða skila skömminni eða einhver að hagnast á skömminni. Skömmin lítur að vera allir sölu einhverstaðar. Er það ekki? Jú, hún náttúrulega til sölu við þetta. Það auðvitað kannski leitt lykilatriði. En síðasta fréttaefnið verðum við ekki að fara að drífa okkur út í góðaveðrið og fara að vinda okkur í að grilla. En sko það hérna fangelsismálin. Það var frétt að það var kona sem var að tala að Ísland gæti orðið að svona einhverju fangelsisparadís. Þetta er sérst mín ónákvæm endursögn. Það hljómar ekki vel, fangelsisparadís. Að fangelsin gætu verið orðið svona að sannarlegum betrunarstaði eða eitthvað svoleiðis. Kíktu þið eitthvað á þetta eða bara... Þetta fór fram hjá mér. Byrju fangelsi og mann að sjá. En af hverju hvað skilir þeir á Íslandi til þess? Já, það er það sko. Ísland hefur, svona byrja fréttin, Ísland hefur alla burði til að geta orðið fyrirmyndaríki í heiminum með innleiðingu og áfalla miðaðri nálgun í fangelsismálum. Þetta segir framkvæmdastjóri Compassion Prison Project. Ég reyndi bara mjög hratt yfir þetta þegar þú sendur okkur þetta og þetta kannski það sem ég pikkaði upp, það var kannski þessi áfalla meðferð og manni finnst þetta næstu því vera fullkomið common sense. Að það eigi náttúrulega bara að byrja þarna sko. Þannig að það sem þessi kona að segja, eins og ég segi, ég fór kannski ekki djúpt onni í þessa frétt en svona það sem ég sá, það virkaði bara mjög skynsamlegt hvort sem að hún að meina það að það sé hægt að gera þetta hér bara því við erum svo lítil og við erum mjög margt auðvelt að gera tilraunir hér bara af því að við erum smá en ég held hins vegar að þarna erum við aftur komin að því þegar við erum að tala menningun og menntakerfi að erum við ekki bara svolítið fjársvelt þarna líka. Þú veist, ég alveg vissum að við höfum fagfólk og fræðinga sem var fullkomlega til í að leggja þessa vinnu og fara að vinna með föngum og að bæta betrunina. Ég held að við viljum það bara öll. En hvað strandar það? Kannski á fjármunum, kannski á pólitík. Ég veit það ekki. Að við viljum hafa áfram þennan skammakrók. Þessi sé þessi stóri skammakrókur. Ég kem aðeins persónulega stuttanpunktinn í þetta. Ég hef átt dálítið samskiptum við unga afbrotamenn í tengslum við fréttir. Tekið viðtöl við og þeir fengið upplýsingar hjá þeim. Drengir sem eru í vondumálum að hafa framið sumir ansi alvarlega glæpi. Ég finn alltaf að það er alltaf einlega löngun til þess að gera sig gildandi í samfélaginu og og losna undan neyslu. Hver einasti sem ég tala við þráir þetta einlega sko. Og það er svo sorglegt að þeir ná sig að stryka einhver tíma en þeir falla aftur. Það er mjög skemmtileg tilviljun að vinkona mín, fræðikona frá Írlandi að koma bara í næstu viku, tónlistarfræðingur. Hún með rannsóknarverkefni sem heitir Prisons of Note, þar sem hún einmitt að rannsaka stöðu mála í fangelsum hérna í nokkrum löndum held ég. En hún meðal annars að koma hingað með teymið sitt og heimsækja fangelsi upp á hvernig tónlistar ástundunin Í fangelsunum? Já. Tónlistar ástundun í fangelsunum? Já, bara hvernig þau mál eru og verið að spila og og við erum auðvitað með þetta góða dæmi, Bubbi Mortens fer þarna árlega og spilar og já, ég vildi bara henda þess inn því sem fjölmiðlamaður er svo gaman að tengja sko. Já, mér finnst þetta mjög skemmtilegt og væri gaman að þú myndir senda okkur smá fregnir af þessu fregnir af þessu. Þú getur sagt mig líka? Já, ég skal tengja ykkur, þeir lenda eftir helgi bara. Og þá er það svona gaman að Ísland verða ekki bara svona tilraunanýlenda fyrir LSD og óhefta frjálshyggju heldur líka fyrir hvað heitir þetta, áfalla vinnu og mannúð í fangelsismálum. Eða hvað ætlaði að gera? Ég var að segja þetta gott þeir eru búin að vera svakalega duglega að fara í gegnum allar þessar fréttir og svona verkefni. Hvað ætlaði að gera helgina? Hvað ætlaði að gera núna eftir þegar komum út í sólina? Ég ætla að njóta sólarinnar. Ég er farin að meta þetta betur eftir því sem ég eldist. Ekki vera inn í einhverjum skammakrók eða... Nei, ég reyna það sko.
En ég er alltaf að vinna, ég Íslendingur. Ég nú þannig á litin að ég þoli ekkert mikla sól, þannig ég þarf aðeins að passa mig. En ég svo heppin að vera athafnastjóri hjá Siðmennt, þannig helgina fæ ég að framkvæma heimafermingar, fermakrakka sem að kjósa það. Og það bara mjög spennandi, ég hlakka mjög mikið til þess. Kannski verið einhverjur athöfn út í garði jafnvel? Ég bara reikna eiginlega með því. Og ekkert kabarett stand helgina? Ekki helgina. Fer það ekki vel sama, Siðmennt? Jú, það er ljómandi vel. Elska mín, jú, við erum mörg sem þetta fyrir mig mjög vel saman. Við erum mörg, alveg, þó nokkur sem erum í hvoru tveggja. En nei, það er ekkert svoleið sem mér allavega helgina. Það er ekki aðri tónleikar á dagskrá? Ég verð með aðra tónleika í haust. Ég var með Kurt Weill-prógram núna á 50. tíska kabarettónlist og ég ætla að vera með aðra tónleika í haust og svo er aldrei að vita, svo er ég með alls konar plott og plön sem að kannski bara kom í ljós, sendi ykkur tilkynningar það. Takk fyrir fréttatilkynningar. Já. Það er góða fréttir. Tökum við því. En þú, hvað ætlar þú að fréttastjóra? Ég er að fara á Hótel Bifröst á morgun, gista og með eiginkonu og hennar fjölskyldu og vera út í náttúrunni. Hann sagði að við værum alltaf að vinna, ég er svolítið þannig mikið. Og það lítur út fyrir að það veri engin vinna þessi helgi. Það er bara endurnærandi. Svona fyrirfram til hamingju. Og ertu þá svona, getur alveg slítið frá fréttum og vera... Það er svolítið með fréttinnar að þegar maður fær fréttina þá vill maður gera hana. Það er stundum með hundleiðilegt að vinna, það er ekkert að frétta og maður er að skrifa eitthvað svona, bara með eitthvað sem maður finnur. En svo er svo erfitt að standast það þegar maður fær sterka ábendingu. En ég loka alveg á það helgina, ég verð ekki í bænum og verð ekki með tölvu eða neitt. Þannig ef við hugsum til þín, ef við heyrum einhverja rosalega frétt, þá vitum við að þú ert bara í einhverju svona... Þau eru bara að halda í ykkur, En þú, Sigrún? Já, ég verð svolítið svona að hugsa börn þessa helgina. Ég er að fara að passa börn, nákomin mér og svo er ég að fara að hjálpa úlingum með ritgerðir og svona. Og úlingarnir eru líka eitthvað að suði mér að kíkja í notuðfattabúðirnar. Þær eru spenntar fyrir því. Já, fólk er svolítið svona að leita til þín ekki og fá kannski mjög mikið. Já, fá ráð svona ákveðinni óvissu hvað er ég að kaupa og... Já. Og við þurfum auðvitað svolítið að kenna börnunum okkar og ég var einmitt að hugsa í þessari umræði áðan fjölmiðlana, áreiðanleika fjölmiðla, að við getum alveg fundið út úr því, við fullorðna fólki, fundið út hvaða fjölmiðla við eigum að hlusta á. En ég veit bara ekkert hvað unga fólki er að horfa á eða taka inn. Þau eru ekki að horfa á RÚV í línulegri dagskrá, það er alveg á hreinu. Það er ekki á mínu heimili er ekki öll fjölskyldan fyrir fram á sjónvarpið og ákveðnum tíma að horfa saman á fréttatíman. En og ég er svolítið velt þessu fyrir mér. Hvar er unga fólki að fá þið veitir, bara þannig að við þurfum kannski að taka upp bara við og DFF eða fjölmiðlar vikuskamt, ræða fréttirnar. Já, en það er svolítið okkar ábyrgð svona. Ég held ég hef bara gólað á mína 14 ára í morgun bara, ert þú með RÚV á TikTok? Bara já, ég held það. En ég veit alveg að hún er á TikTok og maður reynir svona að ræða málin við þau, en ég held að bara einhvern veginn umhverfið og landslagið er bara svo rosalega ólíkt því sem var. En við þurfum aðeins að vera meðvituð það. Hvar næsta kynslóð er að fara að taka ná sér í fréttirnar. En væri hún gaman einhvern veginn í vikuskammtur að fá með þessa kynslóð? Það væri mjög gaman. Ég væri allavega Ég sagði hvernig væri það? Já, og eiginlega biðja bara kannski ekki að senda fréttir, heldur einmitt biðja bara þau að segja manni fréttir af TikTok og ræða það. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma þetta. Skemmtilegt spjall og eiginlega bara svona ykkar sérfræði þekking er búin að eiginlega fá maður er bara mikils vísari eiginlega. Þetta er Sigrún Sandra Ólafsdóttir, sjálfbærni og textílfræðingur, Ágúst Borgþór Sverrisson, rithöfundur og fréttastjóri DFF, Brynhildur Björnsdóttir, kabarettsöngkona og ég sagði höfundur bókarinnar Venjulega konur vændi á Íslandi af því að tengdi 60 en þú ert líka, þú ert mjög aðra titla og hatta
og Arnar Eggert Thoroddsen sem með marga hatta líka, flestir þekkja sem tónlistargagnrýnanda, félagsfræðingur við Háskóla Íslands. Meðal annars, já. Meðal annars, og Bruce Springsteen aðdáandi og við þakka ykkur kærlega fyrir, við þakka hlustendum og áhorfendum hjartanlega fyrir að vera með okkur í spjallinu. Við vitum ekki hvort það séu margir svona akkurat í línulegu dagskrá að horfa okkur í þessu góða veðri, en kannski síðar, og ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar. Ég minni á að það alveg vel þegið að þið segið svona fólki frá okkar dagskrárgerð og að þið bara sendið þættina kannski til vini ykkar og líka má minna á að við erum í útvarpinu á Rás 89,1 og ágæta hlustastundum í bílnum og í sjónvarpi Símans Rás 5, svo hlaðvarpsveitum og svo vefurinn okkar samstöðin.is, þar má líka styrkja okkur. Það öll dagskrá opin en ef menn vilja styrkja dagskrárgerðina og þennan svona vettvang gagnrýnar og opinar umræðu, þá það náttúrulega þakkarvert og það lítill knappur sem stendur áskrift. En nú hef ég ekki lengra bili, man ekki hvort ég búin að segja fyrir þá sem í útvarpinu, ég heiti Oddný Eir og þakka gestum mínum og ykkur öllu fyrir og segi bara góða helgi.